Alveg samráð á morgun, hvernig leggst þig? Leggst bara mjög vel í mig. Bara skemmtilegi leikir, gaman að spila þessa leiki í Evrópukeppni, þannig að við erum bara brattir. 3 leikmenn fjarverandi, svona hefur það mikil áhrif? Auðvitað hefur það ykkur áhrif en við erum með mjög stóran og sterkan hóp og þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Já, bara aðeins Ásgeir Helga, bara hver er svona staðan á honum? Geiri er búinn að fara í aðgerð og hún gekk bara mjög vel, þannig að hann er bara á sinni batavegferð og ég var svona vonað að hann verði klár upp úr mars, hugsuleis. Bara samráð á morgun, hvernig bara svona leik býstu við? Ég býst við fyrsta lagi þá hugsa ég að þeir eru eftir að reyna að hleypa þessu svolítið upp. Þetta er sterkt fysikalískt lið sem er vel skipulagt, góðir í návíum, góðir í að vinna seinni bolta, direkt, þannig að við þurfum að klárlega að vera klárir í slaginn og í þessa grunnvinnu sem að skiptir miklu máli. Já, vonaði að þeir bakki aðeins á okkur, mér finnst það líklegt og að við komum til með að halda aðeins meir í boltan. En við erum svo sem undirbúnir undir það getur líka verið að þeir sjáu fyrir sér leikinn öðruvísi og vilji stíga aðeins á okkur og þannig að það verður okkur með ljós, en við erum allavega undirbúnir fyrir bæði. Setjið þið kröfur á sigur? Já, við setjum alltaf kröfur á sigur, við náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli í þessu er að við gerum okkar. Ef að við náum upp góður í frammistöðu og mögsum okkur, þá held ég að sigurinn skili sér. Þannig að þetta snýst okkar hugafar og svona hvernig við executum leikinn. Þetta 2 leikir eftir markmið er væntanlega þá bara ennþá að reyna að ná þessu umspilsæti? Bara ekki spurning. Við viljum fara til Frakklands með eitthvað undir, það er klárt. Við viljum bara reyna að vinna leikinn á morgun og fara svo til Frakklands í auðvitað erfiðan leik, en það er klárlega markmið. Þetta er góður leikur gegn Tyrkjunum síðast. Það var bara svona ekki sjálfstraust í liðinu eftir það? Já, ekki spurning og ég held að það sé fullt sem að við tókum með okkur úr þeim leik, auðvitað hlutir sem að við viljum gera betur, en heilt yfir var það jákvæð frammistaða. Aftur þar var grunnvinnan mjög góð, orkan í liðinu var til staðar, návíi og annað og það verður að vera í lagi á morgun og svo kemur hitt með. Mér langar aðeins að spyrja það bara út í leikmannamál, er það eitthvað að horfa í kringum ykkur á meðan að samhliða sambandsstöldin? Já, auðvitað erum við að skoða leikmannamál fyrir næsta tímabil, en þetta er samt þannig að við erum bara allavega við þjálfarteimi erum alveg fulli fókust á þetta verkefni. Þannig að við erum bara með gott fólk sem er að vinna í þeim málum. Þetta engin Evrópa á blika á næsta ári, ætlaði eitthvað að trimma eða minnka hópinn? Það er bara eitthvað sem við höfum eftir að skoða. Ég get svo sem ekkert svarað í akkurat núna. En nei, við erum svona fyrsta svar er nei, við erum bara fókus á þetta, klára tímabilið vel og svo tökum við þessa umræðu síðar. Takk hérlega.